Komið þið sæl. Hreiðar Bjarnason heiti ég og starfandi bankastjóri og framkvæmdastjóri fjármála í Landsbankanum. Ég mun nú í stuttu máli kynna uppgjör bankans fyrir árið 2016 en ársskýrsla Landsbankans kemur nú jafnframt út í fyrsta sinn samhliða birtingu ársuppgjörs. Landsbankinn stærsta fjármálafyrirtæki landsins og fjárhagsstaða bankans sem fyrr afar sterk. Markaðshlutdeild bankans á einstaklingsmarkaði hefur aldrei mælst hærri og lánshæfismat bankans hækkaði hjá alþjóðlega matsfyrirtækinu Standard & Poor's annað árið í röð upp í BBB með jákvæðum horfum. Hagnaður Landsbankans á árinu 2016 nam 16,6 milljörðum króna eftir skatta, samanborið við 36,5 milljarða króna hagnað á árinu 2015. Nýlegir dómar vegna gengistryggðra lána höfðu töluverð neikvæð áhrif á uppgjör bankans á fjórða ársfjórðungi ársins, en í lok árs 2016 og í byrjun árs 2017 dæmdi Hæstiréttur bankanum í óhag í 4 málum sem vörðuðu gengistryggð lán til fyrirtækja. Vegna þessa voru 5,4 milljarða króna gjaldfærðir í rekstrarreikning bankans í lok fjórða ársfjórðungs. Arðsemi eiginfjár bankans var 6,6% á árinu samanborið við 14,8% árið 2015, en markmið Landsbankans að arðsemi eiginfjár eftir skatta sé eða yfir 10%. Eiginfjárhlutfall bankans í árslok 2016 var 30,2% og lækkaði 0,2 prósentustig frá fyrra ári. Eiginfjárhlutfallið sem fyrr verulega umfram eiginfjárkröfu fjármálaeftirlitsins. Eiginfjár bankans nam 251 milljörðum króna í árslok, samanborið við 264,5 milljarða króna árið 2015. Árið 2016 greiddi Landsbankinn 28,5 milljarða króna í arð til hluthafa. Bankar á Landsbankans gerir nú tillögu 13 milljarða arðgreiðslu á árinu 2017 vegna hagnaðar ársins 2016. Bankar hyggst jafnframt gera tillögu sérstaka arðgreiðslu síðar á árinu. Hreinar þjónustutekjur bankans hækkuðu 14% milli ára og námu 7,8 milljörðum króna. Kemur það einkum til vegna aukinna umsvifa á mörkuðum, auk breytinga á kortamarkaði. Aðrar rekstrartekjur bankans námu 6,1 milljarði króna og drógust saman tæpa 9 milljarða króna sem einkum skýrist af óhagstæðri þróun á innlendu hlutabréfamarkaði á árinu samanborið við fyrra ár. Hreinar vaxtatekjur námu 34,7 milljörðum króna og jukust rúma 2,3 milljarða króna milli ára, en nú hlutfallslega stærri hluti eigna Landsbankans vaxtaberandi sem skilar sér í auknum vaxtatekjum bankans. Virðisrýrnun útlána nam 318 milljónum króna. Þetta mikil breyting frá árinu 2015, en þá eru virðisbreytingar útlána jákvæðar 18 milljarða króna. Viðsnúningurinn tengist einkum breyttum dómafordæmum vegna gengistryggðra lána stórra fyrirtækja. Landsbankinn leggur sem fyrr mikla áherslu á hagræðingu í rekstri og hefur náð töluverðum árangri í þeim efnum á undanförnum árum. Rekstrarkostnaður bankans nam 23,5 milljörðum króna, en rekstrarkostnaður að frádregnum launum og tengdum gjöldum lækkaði 5% milli ára. Laun og launatengd gjöld hækkuðu 2% á árinu sem einkum má rekja til samningsbundinna hækkana, en stöðugildum í bankanum fækkaði 51 á árinu. Kostnaðarhlutfall bankans hækkaði milli ára 48,4% árið 2016 en var 43,8% árið 2015. Hækkun kostnaðarhlutfallsins skýrist einkum á lækkun annarra rekstrartekna. Heildareignir Landsbankans lækkuðu 7,5 milljarða á milli ára og í árslok 2016 námu eignir bankans alls 1.111 milljörðum króna. Útlán jukust 42 milljarða króna, en aukningin að stærstum hluta tilkomin vegna aukinna íbúðalána til einstaklinga. Það ánægjulegt að vanskil viðskiptavina halda áfram að lækka, en vanskilahlutfallið var 1,5% í árslok, samanborið við 1,8% á sama tíma árið áður. Þetta til vitnis jákvæða þróun efnahagsmála á Íslandi. Samkvæmt mælingum Gallup var Landsbankinn á meðaltali með 37,1% markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði á árinu og hefur hlutdeild bankans aldrei mælst jafn há. Þá sýna mælingar að ánægja viðskiptavinur bankans jókst umtalsvert á árinu sem okkur afar mikilvægt, enda leggur bankinn mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum allt land fyrirmyndarþjónustu á samkeppnishæfum kjörum. Traustur rekstur, aukin markaðshlutdeild á lykilmörkuðum og ánægðari viðskiptavinir sýna að bankinn á réttri leið og í sterkri stöðu til að bæta sig enn frekar. Nánari upplýsingar uppgjör bankans má finna á vef Landsbankans.